Í Node.js getum við nota promises og þá sem alternatíf við það að nota callbacks, og það getur í einhverju tilfellum verið auðveldara að vinna með promises þegar við erum að vinna með svona asynchronous kóða, svona kóða sem að keyrir ekki línulega. Og það eru nokkrar leiðir sem eru til staðar fyrir okkur. Svo fyrsta einfaldlega bara að nota callbacks. Önnur er að nota util promisify sem að breytir callback API yfir í promise API. Og þriðja er að nota nýrri útgáfur af API-unum, eins og til dæmis í útgáfu 14 af Node.js og að komið inn fs/promises pakkin sem að leyfir okkur að nota promise viðmót beint frá Node í staðan fyrir að nota promisify til þess að hjúpa og breyta þessum callback API yfir í promise API. En ef við skoðum bara þessar leiðir sem við höfum, þá er util promisify þannig að það tekur við falli sem er með callback og finnur út úr því hvernig callbacki og skilar tilbaka nýju falli sem hægt að kalla í, og það skilar promisi sem að síðan við þurfum þá að nota then og catch til þess að vinna með niðurstöðunar úr. Þá það hérna að við fáum read file async, af því að það gerist í raun asynchronously, kannski þetta gerist svo sem asynchronously þetta hérna, en þetta er ein leið til þess að aðskilja á milli heitana á föllunum. En það þá, við köllum í þetta hérna, þá þurfum við ekki að skilgreina callback hér, við einfaldlega segjum hvaða skrá við ætlum að lesa og optionally getum við sett hérna í hvað encodun hún er. Við síðan köllum í then þegar að þetta promise fulfilled og kom ekki upp villa, og þá getum við loggað út data, og þá er í staðinn fyrir að við fáum þetta R og data sem sömu argumentin inn í callbacki okkar, þá er í koma gögnin fyrir það þegar að allt gekk í argumenti inn í þetta callback. En ef það kemur upp villa, þá notum við catch sem grípur þá villuna og fær þá villuna sem argument þar. Við getum líka notað async og wait lykilorðin í forritunum okkar. Og það getur hjálpað okkur við að fletja út kóðan, en það kominn stuðningur en ekki stuðningur að öllu leyti sem í raun default í Node.js til þess að vera með svona top level await, þegar að segja kóða sem ekki innan falls sem merkt með async, þannig að við verðum að nota búa til eitthvað async fall, og það er oft kallað til dæmis bara main sem sett utanum, út af því að fall sem nota await verða alltaf að vera merkt með async. Og þetta kemur í Node 14.8, en þar verðum við að nota ES modules, þannig að við ætlum að skoða bara hvernig við gerum þetta án þess. Og þegar við notum promises með async await, þá þurfum við að nota catch til að grípa villurnar. Og þar verðum við að passa okkur sérstaklega á því að setja try catch á rétta staði og að hugsa það hvað gerist ef að forritið okkar mun kasta villu. Þá hugsanlega á öðrum stöðum en augljóst. Og þurfum við að passa upp á það að promise truth í gildi, þannig að við þurfum að passa að ef við gleymum að nota await, þá gætum við hugsanlega verið að keyra eitthvað sem að lítur rétt út en mun kasta villu eða skila okkur villu sem niðurstöðum. Þannig ef við skoðum hvernig þetta hérna, þá sjáum við þetta aðeins meiri kóði hérna, en við erum það aðlóta því að við þurfum að setja þetta async function main hérna utanum, og þá það þetta því að allt sem með await verður að vera inn í async falli, þangað til stuðningu við top level await komin inn í keyrsluumhverfið okkar. Þannig hérna erum við með read file async sem það bara promisify útgáfan, hún les þetta, við erum hérna með þetta inn í try catch, og hérna erum við síðan með virkni sem að les gögnin inn í try catchinu. Hér einhver villa sem getur komið upp í því að lesa skjalið, og síðan lesum við skrifum við út niðurstöðuna í konsolið, og hérna köllum við í þetta main fall. Og hér þurfum við að passa, hérna þurfum við að hafa catch líka, af því að það sem ekki innan þess að hérna try catch getur kasta villu. Til dæmis ef við myndum skrifa einhvern ólöglegan forritskoða hér, skrifa einhvern ólöglegan forritskoða
kóða hér, eða ef við varum að kalla í fall hér sem við myndum að kalla í og gera einhvern annan ólöglegan forritskóða sem við myndum kasta villu, og þá fer svo villa upp, og ef það væri ekki cuts hér þá myndi það í raun skila sér í villu sem ómeðhöndluð. En með því að nota síðan FS Promises sem að kom í útgáfu 14 af Node, þá getum við í raun sleppt í að nota Promisify You til fallið, og við getum einfaldlega sótt promise aðferðir frá Node. Þá hérna FS read file, bara einfaldlega skilar okkur promise. Við getum notað hérna await, og þá þetta á sama áður, nema við sleppum við þetta auka hérna Promisify. En ef við erum með þessart forrit sem með villu sem ekki gripin, þá fáum við unhandled promise rejection warning frá Node sem í framtíðinni mun stöðva keyrslu á forriti. Þessi villa hefur verið til staðar í nokkuð tíma en þá lögnar ekki á forritunum okkar þegar hún kemur upp, en hún setur sem hins vegar forritunum okkar í óvissa stöðu, og þetta í raun unhandled rejection eventur, atburður sem á sér stað þegar þetta gerist, og við getum sett líka á process event handler sem grípur þennan og gerir eitthvað, skrifar eitthvað út hvað gerðist. En þetta einfallega eitthvað sem við ætlum að nota til þess að logga, til þess að getum debugað villun okkar, ekki til þess að reyna að halda síðan áfram keyrslu, af því að forritið okkar verður komið í óskilgreinda stöðu, af því að það átti sér stað exception sem ekki var meðhöndluð, sem var ekki try catches. Þannig ef við skoðum hvernig þetta getur litið út hérna, þá erum við hérna að lesa úr data.txt, og nú ætlum við viljandi ekki að hafa data.txt, þannig við göllum í promises 1, og þá fáum við hérna no such file or directory, og það þá villan hérna sem þá kölluð hérna gripin af catchin okkar. Þá sjáum við hérna villa það sem við bættum við hérna, en ef við fjarlægjum þennan part, keyrum hann aftur, og þá fáum við hérna unhandled promise rejection warning, sem út af því að við erum í raun ekki að grípa þessa villu. Þannig hérna verðum við að hafa cuts til að grípa þetta. Hérna skrifum við hello heimur inn í data.txt, og við gerum þetta sem þetta kemur hérna, en við getum líka að sé hvað kemur út úr data beint, sem þá þessi buffer, og þá það bufferinn hérna með kóðuninni fyrir stafina, og ef við segjum bara data to string, og þá fáum við þetta rétt hérna, en ef við segjum til dæmis ASCII, þá fáum við hérna C3 fyrir óið, og því að óið ekki rétt kóðað í ASCII með þessa hérna bæti sem notuð til þess að representa textan sem var vistar hérna í UTF-8. Hérna keyrum við þetta á sama skapi bara eins, og fáum sömu niðurstöðu, nema ef við skrifum þetta án þess að hafa try-catch hérna, og segjum einfallega svona, og köllum eitthvað sem ekki til, þá fáum við villuna hérna út af því að við cutsum hér, sem gott, en ef við fjarlægjum þetta, þá fáum við aftur unhandled promise rejection warning, þegar hér kemur villan upp og hún bublar og ekki gripin hérna af þessu. Og síðan á lokum þá höfum við þetta án þess að nota Promisify, og erum þá að nota FS Promises hérna sem provide a synchronous file system methods that return promises. Þannig að þá ef við keyrum það, þá fáum við aftur hello heimur.